Í þessu myndbandi ætlum við að sýna hvernig hægt að nota Smart Netphone til að spara verulega á símtölum frá Íslandi til útlanda og frá útlöndum til Íslands. Það nokkrar mismunandi leiðir sem hægt að nota okkar þjónustu, en í þessu myndbandi sýnum við hvernig þú getur nota forrit frá okkur í tölvu eða farsíma til að hringja. Við erum þegar búin að setja upp forrit í þessu myndbandi, en það er hægt að fara á smartnetphone.is til að sjá leiðbeiningar hvernig forrit eru sett upp. Hér á skjánum hjá mér er ég með forrit frá Smart Netphone uppsett á Windows 12. Hérna sést að forritið er registrert, sem þýðir raunin að það er tilbúið til að hringja eða til að taka á móti símtölum. Eins getum við séð hér að balans eða inneign á reikningi er 500 krónur. Þetta uppfæra sjálfkrafa eftir hver símtal, eins og ég mun sýna hér á eftir. Þú sér líka seinna í þessu myndbandi dæmi hvernig hægt að nota Smart Netphone beint í farsímum. Ég ætla að hringja 2000 símtöl til að sýna hvað auðvelt er að hringja með okkar kerfi og líka nefna dæmi verð samanburð. Já, ég er búinn að stimpla inn símanúmer hérna. Þetta er símanúmer í London, Englandi, og núna til að hringja þetta númer þá þarf ég bara að ýta á þennan hnapp hérna, call-takkan, og þá mun forritið hringja í þetta símanúmer. This is a test number to mouselike.org, London, UK. All calls are limited to 30 minutes. Eins og sést hér þá varði símtali 6 sekundur og inneign á reikningi minnkað úr 500 krónum í 499,71. Svo ég var rukkaður 29 aura fyrir þetta símtal frá Smart Netphone. Verð á mínúti á Smart Netphone til Englands í heimasíma eða landlínur er aðeins blónu 2,50. En þar sem við rukkum í sekundum en ekki mínútum, þá er aðeins rukkað 29 aurar fyrir þetta símtal. Já, eins er Smart Netphone ekki með neinn sérstök tengigjöld fyrir símtöl. Flest símafyrirtæki í dag hafa sérstök tengigjöld og eins rukkaðu í mínútum í staðan fyrir sekundum. Til að sýna hvað þetta munar gríðarlega miklu, þá hringdi ég líka örstutt símtal með íslenska farsíma mínum í nákvæmlega sama símanúmer í Englandi. Já, hérna er númerið sem ég hringdi á hann í Englandi, 441483604781. Nú ætla ég að sýna ykkur ég hringdi í nákvæmlega sama númer, hérna með íslenska símafyrirtækinu sem ég er að nota í farsímanum mínum, og ég sleit bara eftir 2 sekundur. Og hérna sagði hvað við rukkaði verið það, 59 og 80. Já, þetta er gríðarlegu munur á að hringi í nákvæmlega sama númerið og eða 29 aurar á móti 60 krónum. Það er ansi mikill munur. Ég ætla að hringja annars stöð símtal, en í þetta sinni Íslands símanúmer eða flugleiðir á Íslandi. Þú ert komin í samband við Icelandair. You have reached Icelandair. Press 1 for English. Skiptiborð Icelandair er opið alla virka daga frá 8:30 til 17. Þjónustuver Icelandair í síma 50 50 100 er opið alla virka daga frá 8 til 24. Opið er á laugardögum frá 9 til 19. Núna sést á forritinu að síðasta símtal varði 20 sekundur og stað á reikningi lækkað úr 499,71 krónu í 498,46 krónur. Svo símtal var rukkað með 1,25 krónu eða 1/3 af okkar mínútu verði. Já, nú er ég búinn að skipta þetta á skjánu hjá mér og ég kom með iPhone-ið minn upp og ég nota nú mest Smart Netphone bara beint í farsímanu hjá mér því að það er langt hagkvæmast og það er framtíðin í dag að þegar maður að hringja erlendis að vera með þetta bara beint í farsímanum. Og hérna er þetta mobile dialer, þetta er forritið frá Smart Netphone. Ég ætla að sýna að það er, hvað er lítill munur ef við kíkjum hérna er phone, þetta er bara venjuleg síminn ef við erum að hringja með Vodafone eða Nóa, þá kemur þetta upp, og ef ég ætla að hringja með Smart Netphone þá ýti ég á þennan takka og þá kemur þetta upp, og þetta lítur náttúrulega eins út nema það stendur Smart Netphone og reynda kemur stað á reikningi með okkar dialer. Svo er þetta að hringja hvers sem er í heiminum og bara ef að síminn hefur aðgang að interneti þá getur hún nota okkur til að hringja frá Kína eða hvar sem er í heiminum.
Svona lokið ætla ég að fara inn á verðskrána hérna á smartneton.is og útskýra aðeins fyrir fólki hvernig á að lesa úr henni. Lönd í stafrófsröð á ensku og hérna við byrja hérna á Kanada. Það er bara eitt verð byrt hérna, 2,50 á mínútu og þá sama verð hvort sem verður að hringi í landlínur eða farsíma. Já, svo ætla ég að kíkja hérna, við leita Danmörku, í D hérna og þá sjáum við að verð á mínútu í danska landlínur 2,80 á mínútu og í danska farsíma 8 krónur á mínútu. Já, svo ætla ég að kíkja hérna login á verð til Íslands eða innan Íslands. Þá sjáum við að verð í landinu 3,75 á mínútu og verð í farsíma 12 krónur á mínútu. Og það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að það er alltaf sama verð. Það skiptir ekki máli hvort þú ert með tölvuforritið hérna á Íslandi eða farsímaðinn, því að símtöl fara í gegnum internetið og þó þú sért í Kína, Tælandi eða hvað sem í heiminum, það er alltaf sama verð. Já, það er einmitt gríðarlega kostnaðarsamt að nota íslenska farsíma á ferðalögum erlendis og sem til nefna dæmi var í Tælandi og þyrftir að hringja í bankaðinn einhverja stofnun og segjum bara 10 mínútur. Það er mjög líklegt að það er allavega 3.500 krónur sem þú ef það er rukka fyrir það símtal. Í staðan fyrir getur nota okkar kerfi og hringt fyrir 3,75 á mínútu og undir 40 krónum fyrir sama símtal sem kostaði 3,5. Já, við viljum ekki hafa þetta myndband lengra, en þú getur séð fleiri myndband hér að neðan eða nálgast þau á smartneton.is.